Tryggvi, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Ertu ekki ánægður með hvernig gekk í kvöld? Jú, þetta var skárn á þriðjudaginn. Gat nú ekki verið mikið verra en það var líka bara allt öðruvísi. Við spilum bara eins og lið, eins og við erum búin að almennt gera á heimavöllum. Á heimavallaleikjum. Það var bara hver fyrir sig á þriðjudaginn. Já. Því miður. Akkurat. Það var hérna, þið voru í Svæðisvöld bara allan tíman, bara aldrei... Já, svo gott sem. Nei, jú, það er bara allan tíman. Við fórum ekki einu sinni maður. Við skiptum á milli Diamantur 1 og bara 2-3 klassíska. Og það var að virka ágætlega, þannig að vorum ekki að skipta út af því. Okay. Og þú varst að hitta Vott í seinni hálfleik? Já, það kom að því. Ég er ekki búinn að fara einu sinni yfir 10 stig á tímabilinu. Þannig að maður var að gera eitthvað, það viti. Hvað er það, 25 núna? Já. Þetta var flott. Takk fyrir það. Eftir erfiðan leikja þér á þriðjudaginn. Já, það skulum við ekki tala um hann. Nei, þetta var alveg frábært. Þú ert flott hérna að sjá. Hvað maður sá það að fara svolítið í hausinn á þeim, þannig að hitt ekki. Já, það er náttúrulega að gera það við alla, en við náttúrulega tókum bara það ákvörðun að stoppa trefan nr. 2, bara verið í hausnum ánum allan leikinn og í andlitinu á honum og það var að virka. Það er hann sem setur upp kerfin hjá þeim og setur allt upp hjá þeim. Þannig að við náðum að stoppa hann, þá voru það bara Vító og Gasper sem voru eitthvað að skora. En ég meina, 2 leikmenn á móti eiginlega öllum sem kom inn á hjá okkur, þá við tökum því alveg. Og Gasper þessi, hann var nú feikilega góður, sérstaklega í fyrri hálfleik. Já, hann klikkaði alltaf skoti. Erfitt að eiga við hann. Mjög svona náttúrulega stór, sterkur og góð skytta. Þannig hann er bæði undir körfinu og fyrir utan þriggja stiga. Ég segi bara takk og til hamingju við sigur. Takk fyrir það.